Við ætlum að tala eins verkefni Viska sem að ber heitið Visible Skills of Adults og stefnumótunarverkefni sem að unnið var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið. Viska-verkefnið sem sagt miðar að því að finna leiðir til að efla hæfni fólks til að mæta þörfum á vinnumarkaði og í þessu verkefni hér á landi vorum við aðallega að horfa til innflytjenda og þá sérstaklega Pólverja til þess að opna núverandi raunfærnimatskerfi betur fyrir hóp innflytjenda. Þetta verkefni unnið í samstarfi okkar og Iðunnar fræðsluseturs sem var framkvæmdar aðili og við höfum þann háttinn á þessu erindi að við GÍA ætlum að byrja að tala heildarverkefnið, kynning á markmiðum og helstu verkfærum og afurðum og síðan ætla fulltrúar frá Iðunnar fræðslusetri að tala tilraunahlutann og hún Sigrún frá Háskóla Íslands, Menntavísindastofnun, talar helstu niðurstöður. Þannig fáið þið vonandi góða innsýn inn í verkefnið. Þannig við byrjum á heildarmyndinni. Þetta sem sagt Erasmus KA3 verkefni sem þá á stefnumótunarþrepi og það felur í sér að þegar það unnið þá alltaf gert ráð fyrir því að það hafi áhrif á stefnumótun í því landi sem það á sér stað í. Það var Kompetensi Norge í Noregi sem leiddi verkefnið og önnur samstarfslönd voru Belgía og Írland og svo við. Og það var svolítið misjafnt hvað löndin voru að horfa á. Noregur var svolítið mikið að horfa á flóttamenn því að rétt áður en verkefni fór af stað þá hafði þetta verið flóttamannabylgja frá Sýrlandi og þeir voru að vinna mikið í því að leita leiða við að ná hæfninni inn í landið, að greina hæfni og koma fólki í virkni. Belgía var meira að horfa á fólk með litla formlega menntun, almennt, og það á meðal innflytjendur. En sem sagt, Rannís hafði umsjón með mótunverkefnisins og hefur stutt okkur í gegnum það og síðan þetta var það Menntavísindastofnun Háskóla Íslands sem sá rannsóknarhlutann sem var umfangsmikill. Í verkefninu var með okkur hópur, samráðshópur, sem í voru þessir upptöldu aðilar. Það var auðvitað mennta- og menningarmálaráðuneytið sem verkið unnið fyrir, félagsmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Vinnumálastofnun, Leikn sem eru samtök fullorðinsfræðslu aðila, Rauði krossinn og svo fulltrúi úr markhópi Pólverja. Þannig að þessi hópur hittist reglulega til að fara yfir framvindu verkefnisins og ræða hindranir og áskoranir og líka að greina þá lærdóminn sem náðist í gegnum verkefnið, sem var til 3 ára. Verkefnið snerist allt í kringum þessa 5 meginþætti sem við sjáum á skjánum og út frá þeim unnum við í fyrsta lagi ákveðnar niðurstöður og síðan tillögur á úrbótum sem við höfum kynnt á einblöðungi sem hefur farið í dreifingu í kjölfar verkefnisins. Og í upphafi verkefnis þá byrjuðum við á því að greina svona state of the art eins og það kallað, bara hver staðan í raunfærnimatinu á Íslandi í dag og hvert aðgengi innflytjenda að því. Við erum með vel virkt raunfærnimatskerfi á móti námskrám og framhaldsskólastigi og það ber 58 leiðir, 58 námskrár opnar til raunfærnimats. Og raunfærnimatskerfið þannig uppbyggt að það eru fræðslu- og símenntunarmiðstöðvar sem framkvæma raunfærnimatið í samstarfi við skóla. Og fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur umsjón með þessu heildarkerfi og gæðum þess. Þannig að við skoðum hvað við vorum með og hvar hindranir voru og reyndum að stilla upp tilraunahlutunum út frá þeim niðurstöðum. Og hérna eftir fáið þetta innsýn í tilraunina og GÍA ætlar að segja ykkur frá afurðunum eða þessum helstu verkfærum sem voru þróuð til þess að nota inn í tilraunahlutunum og síðan farið meira inn í framkvæmdina og fáið að heyra svona tölfræðilega niðurstöður. En í grófum dráttum þá voru eins og með fyrsta punktinn að þróa og efla tengslanet hagsmunaaðila. Það vantaði svolítið upp á flæði á milli aðila og það ljóst að það þarf að koma innflytjendamálum meira á dagskrá, meðal annars inn í framkvæmda áætlun málefni innflytjenda sem lögð upp fyrir árin 2020 til 2024 og það var ákveðið að það myndi gerast. Það var ljóst að það þyrfti meiri stuðning inn í skólakerfinu eftir raunfærnimat, hvað yrði
innflytjendur sem færu síðan inn í kerfi til þess að klára námið. Varðandi punkt 2 sem gekk út á að þróa aðalega verkfæri, þá var það aðalega það að það þarf að þýða gögnin og bjóða upp á túlkaþjónustu þegar þessi þörf. 3. punkturinn, að skapa sameiginleg viðmið fyrir skráningu, það er eitthvað sem ég ætlar að segja ykkur betur frá eftir, en gekk svolítið út á að ræða líka þessa almennu starfshæfni og hvernig má draga hana fram, yfirfæranleg færni, sem er eitthvað sem við erum að horfa mikið til núna í 4. iðnbyltingunni. 5. hlutinn, þjálfun og færni uppbygging fyrir ráðgjafa og aðra fagaðila, það var ljóst að það var nauðsynlegt að halda sérstaklega fræðslu fyrir þá aðila sem komu að því að vinna með innflytjendum og svo 5. punkturinn að bæta aðgengi almennt. Við þurfum að bæta samstarf, við þurfum að ræða þarfir innflytjenda í þessu samhengi og það hvernig við getum náð til hópsins. Þannig að þetta eru svona heildarniðurstöðurnar sem verður farið betur í saumana á núna eftir. Og hérna sjáum við verkáætlunina, bara þetta 3 ára verkefni sem lauk í fyrra vor og hófst með miklum undirbúningi þar sem við fórum yfir að greina hver stöðun eins og hún eða var áður en við fórum í tilraunina, við þróuðum verkfærin, síðan keyrðum við tilrauna hlutan, field trials, í þessum 4 Evrópulöndum. Stór hluti af tilrauna hlutanum var rannsóknin og mikið skýrslugerð í kringu það sem þið getið nálgast og samantekt á niðurstöðum á heimasíðu verkefnisins. Og síðan erum við auðvitað miðla stöðugt til þess að leita leiða til þess að dreifa lærdómnum. Já, þannig að þetta var svona stóra myndin. Já, og eins og komið hefur fram þá miðuðum við verkefnið við Pólverja á Íslandi. En það hefur auðvitað aukist mjög mikið fjöldi innflytjenda á landinu og í janúar 2019 þá voru rúmlega 50.000 innflytjendur á Íslandi og þar af 38% Pólverjar. Fjöldi innflytjenda sem sækja í náms- og starfsráðgjöf hjá framhaldsfræðslunni hefur einnig aukist og í 2018 þá voru það 19% þeirra sem komu í ráðgjöfuna voru innflytjendur og þar af stærstur hluti Pólverja er rúmlega 50% og síðan 2019 þá voru það 22% innflytjendur sem koma í ráðgjöfuna. Og í ráðgjöfunni sjáum við að margir hafa mikla menntun og reynslu og því mikilvægt að meta færni innflytjenda með hagsmuni einstaklingsins og auðvitað þáttakan og þjóðfélagsins í huga. Í Viska-verkefninu þá var svokallað vinnupakki 3 í höndum FA, en það er þessi pakki sem fjallar þróun aðferðir og tækja sem tengjast raunfærnimati. Fyrsti hlutinn, tæki fyrir sjálfsmat, að þar tókum við saman yfirlit frá hverjum landi matstæki sem tengjast raunfærnimati, aðalega tæki sem aðgengilegir á netinu. Og svo var einnig útbúið sérstakt skráningaform í verkefninu, svo kallað data monitoring, eða þar sem við erum að taka saman upplýsingar einstaklingana fyrir rannsóknarhlutann og þar erum við að taka saman upplýsingar bara kyn og aldur, menntun og stöðu á vinnumarkaði og svo framvegis. Svo skoðum við tæki EU Skills Profile Tool, en það er tæki sem Evrópusambandið er að þróa sem nýtist í skráningu á færni innflytjenda. Og þessu tæki má svara á 30 tungumálum. Það var 6 manna ráðgjafahópur hér á landi sem prófaði tækið og 5 innflytjendur prófuðu það líka. Og könnun var lögð fyrir þátttakendur og endurgjöf send til Evrópusambandsins. En þeir hafa semst óskað eftir því að fá endurgjöf á tækið hjá þeim sem hafa prófað það. Og þessu tæki hefur einnig verið til miðla til ráðgjafa framhaldsfræðslunnar. Næsti pakki sem við kallum heildræna gæðaáætlun, að þá tókum við saman yfirleitt helstu gæðaviðmiða í raunfærnimati, bæði frá Evrópu og Norðurlöndunum og sem sagt í löndunum, samstarfslöndunum í verkefninu og vorum með gögn frá UNESCO, Cedefop og NFL og fleiri. Og þar voru dregnir fram helstu áherslu þættir sem
byggðir á tæki og viðmiðum frá belgunum sem voru samstarfsaðilar okkar og þar var viskatækið þróað, þessi heildræna gæðaáætlun og hún var byggð á allir þessari vinnu. Nú slíkt tæki það hvetur auðvitað til þess að yfirfara framkvæmd í raunfærnimati, bæði fyrir og eftir framkvæmd og þá leið að gera úrbætur á ferli og tækjum ef á þarf að halda. Og þetta gerðum við hér á landi í tengslu við tilraunahlutann og það gaf mjög góða raun. Nú, þriðji hluti í vinnupakka 3, það var námskeiðaþjálfun fyrir ráðgjafarmatsaðila sem vinna við raunfærnimat. Og við byrjum að gera þarfagreiningu meðal ráðgjafarframhaldsfræðslunnar en flestir hafa unnið mikið með raunfærnimat og verið verkefnastjórar og ráðgjafar í slíkum verkefnum. Og út frá þeirri þarfagreiningu hönnuðum við námskeið þar sem var lögð áhersla á menningarnæmi, að vinna með túlkum og svo mat og viðurkenningu á námi og kynningu á eins og Enig Narik sem sér mat og viðurkenningu á námi á háskólastigi. Og allir aðilar sem tóku þátt í verkefninu voru mjög ánægðir með þetta og þetta skiptir rauninni sköpum fyrir frekar þróun í tilraunahlutanum eða verkefnavinnuna. Af því að sérstaklega þetta með menningarhæfnina og að vinna með túlkum sem auðvitað þarf að vanda vel. En það verður sagt betur frá því á eftir. Nú svo var loks pakki viðmið fyrir yfirfæranlega færni eða transversal skills sem við köllum þetta í viskaverkefninu. Þessi þáttur byggir mikið á verkefni almenna starfsefni sem hefur verið þróaður hjá FA og hefur verið unnið töluvert með hér á landi í raunfærnimat fyrir almenna starfsefni. En þar erum við að skilgreina þá almennu hæfni sem einstaklingur þarf að hafa á vinnumarkaði og samfélaginu og til að bara geta þróast áfram á vinnumarkaðnum. Og í íslenska verkefninu sem var unnið í svokölluðu IPA-verkefni fyrir nokkrum árum þá voru 11 þættir í almennu starfsefni greindir. Við stöddumst þar mikið við gögn frá Kanada en þar má nefna þætti eins og aðlögunarhæfni, samskipti, samvinna, mat og lausnir, starfsþróun og færniefling og svo framvegis og það eru þessi þættir eða viðmið hæfni sem við getum nýtt og yfirfært yfir í önnur störf. Í rauninni má segja að þetta sé þetta í rauninni yfirfæranleg færni, það alls konar nöfn á þessu víða í gögnum sem við höfum skoðað en í viskaverkefninu var ákveðið að nota þetta þessa transversal skills eða almenna starfshæfni. Reynslan úr þessum verkefnum hér á landi þar sem við höfum verið að vinna með raunfærnimat í almennu starfshæfni hefur virkað mjög vel og verið mjög hvetjandi og uppbyggjandi fyrir þáttakendur og þar var áherslan var í viskaverkefninu á töluvert fleiri viðmið. Samstarfsaðilar okkar vildu útvíkka þetta hugtak og útvíkka viðmiðin sem voru notuð og það var notuð eins og úr key competences og ýmis fleiri viðmið frá UNESCO, CETIFOP og svo framvegis alls konar gögn sem við skoðum og þróum viðmiðin í viska út frá því. Þar voru einnig útbúin stuðningsgögn, lýsing á matsferlinu fyrir yfirfæranlega færni og það var síðan miðstöð Símyndun og Suðurnesjum sem sá framkvæmd tilraunahluta þess verkefnis í samstarfi við Vinnumálastofnun en þaðan komu þátttakendur. Allir matslistar sem voru notaðir í verkefni voru þýddir á pólsku en við notum þó einungis 5 þætti bara til þess að við vildum sjá hvernig þetta reyndist. Í þessu svona raunfærnimatsferli meiri hópavinna, það
meira samstarf, matsalar og ráðgjafar eru þáttakendur með einstaklingunum í hópavinnu allt ferlið, þannig að þetta er svona meira vinna oft heldur en í almennu venjulegu raunfærnimatsferli. Eins og segir áður, þátttakendur voru pólskir atvinnuleitendur og komu og líka ljósa það var svolítið, það tók alltaf tíma að fá þátttakendur í verkefninu en allir komu sjálfviljugir auðvitað. 6 einstaklingar hófu ferlið og 5 luku öllu 4 hlutum í raunfærnimatsferlinu. Þátttakendur voru almennt ánægðir með verkefnið og það gekk bara vel. Við lærðum mjög margt af því og niðurstöðurnar, við haft var sambandi þáttakendur svona 8-12 vikum seinna. Einn þáttakandi hafði þá fengið vinnu, einn var fluttur erlendis og kom með vinnu þar. 2 leituðu aftur til ráðgjaf til að fá stuðning við gerð ferilskrár og einn var sem sagt ennþá atvinnuleitandi. Já, ég held að þetta sé svona það sem við ætlum að segja í þessar kynningu. Í næstu kynningu verður sagt betur frá tilraunahlutanum hjá Iðunni fræðslusetri og þar munu þær Helín og Rakel kynna verkefnið. Kannski skjóta því inn í sambandi við hugtakið raunfærnimat. Ef þið hafi ekki kynnt ykkur það eða heyrt það, þá má lesa það á heimasíðu Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. En það er sem sagt ferli sem að varpar sýnileika á hæfni fólks og er aðferðafræði þar sem hún er metin og vottuð. Þannig að öll hæfni er metin til styttingar þá á námi oftast. Já. Og frekari upplýsingar verkefnið má fá á heimasíðunni viskaproject.eu. Takk fyrir. Takk.